Kristinn, tapirna í áttalega úrslitum, hversu glötuð tilfinningin? Bara hræðileg, þú veist, við gerðum vel á að komast hingað og þú veist, ég bara sáttur með liðið mitt að náð svona langt en síðan verður maður alltaf, þú veist, langar í meira og meira. Þú veist, þetta alveg hundfúlt, þú veist, Ísrael bara stórfínt lið, þú veist, 2 bakkar hjá þeim eða 3 bakkar hjá þeim sem eru bara þvílíkt góðir sko og feril allt í kringum þá. Þannig að það er erfitt að eiga við þá þegar það kom eitt skríninn þarna. Þú veist, ég held að aðal bakkarinn hjá þeim sé að afritsa sko 11 stóðsendingar í mótinu sko, þannig að þú veist, og það var svolítið erfitt að eiga við þá og síðan erum við tröllin í teig sko. En þetta var bara, þú veist, þetta er hundfúlt, það er bara þannig, en Ísrael eru með frábært lið þannig að, þú veist, vona bara að þeir fara áfram að vinna þessa keppni sko. Þið náttúrulega náðuð ekki upp varnarleiknum eins og þið hefur gert í síðustu leikjum eins og í gær. Var það ykkar dag, hittið ekki ofan dag eða er það meira kannski spilamennska Ísraelana? Já, sko, Ísrael með frábært sóknarlið og, þú veist, erfitt að eiga við þá, en síðan er þetta náttúrulega okkur líka að kenna, þú veist, við hefum getað mætt aðeins tilbúinir í leikinn eða eitthvað álíka þannig, sko, þannig að þetta var bara hundfúlt tap að hafa ekki komið aðeins tilbúinir og klárað þennan leik. Það er ekki séns að menn hafi verið eitthvað sattir fyrir þannig? Nei, alls ekki, sko, það er bara, þú veist, við sögðumst alltaf ná í 8 úrslit og við gerðum það, en síðan sko eftir leikinn í gær þá sögðum við hvern annan, þú veist, við ætlum í 4. skilur, 4. úrslit sko, þannig að það var alltaf planið að hækka sig að markmiðin þegar maður er búinn að ná þeim sko, þannig að þetta var bara, já, eins og ég segi aftur, bara hundfúlt sko. Mótið í landrófi hefur verið að búið, það er núna sæti 5-8 og það er Serbía eða Frakkland á laugardaginn. Er ekki soldið hérna, menn kannski vilja að hefna sína frökkunum? Jú, alveg eins, en síðan er alltaf gaman að spila á móti Serbunum örugglega, þú veist, ég hef aldrei spilað á móti þeim, þannig að það er örugglega, þú veist, það skiptir ekki fyrir mig hvaða lið það kemur, sko, það er bara, þú veist, að við getum komið inn í leikinn og spilað krafti, sko, við fáum frídag á morgun, þannig að það er bara, þá getum menn aðeins hlaða batteríin og haldið áfram, sko.